Svona, hún sagði, ég fór að segja þetta aftur, góðan og gleðilega miðvikudag, gleðilegt tungl og nýtt tungl, fullt tungl, ofurtungl. Vá, fullt ofurtungl. Og við erum farin í myrkva tímabil líka. Já, það var myrkvi í nótt og nú sólmyrkvi á nýja tunglinu eftir hálfmánuð. Já. Spennandi tímar. Og myrkva tímar er alltaf svona það sem að verið að draga fram það sem er hulið og líka það sem að það sem að vill hyljast, reynir að grafa sig dýpra þannig við sjáum það ekki. Já. Hvort það er inn í okkur sjálfum eða eitthvað strannstar. En við skulum bara muna það á þessum dögum að við ætlum ekki að fram af. Því það er svolítið verið að ýta við okkur svolítið áköforka með þessu. Já. Við kannski líka minnum á það er alltaf hægt að spyrja okkur spurninga á útsendingunni stendur, þannig endilega skrifið spurningar í athugasemdir ef þið hafið einhverja spurninga varðandi viðfangsefni. En í dag ætlum við að tala kosið viðfangsefni hvað er átt við því að við segjum að líkaminn geymi allt og við komum aftur að því eftir smástund. Fyrst ætlum við að segja ykkur frá því að í næstu viku, 25. september miðvikudag klukkan 6. Eftir viku ætlum við að tala ferðina Hjarta Skotlands sem verður farin í júní á næsta ári. Og þú vilt vera með okkur á fundinum, ef þú langar til Skotlands, þá að gera að kíkja á fundin og sjá sem verður á Zoom. Já, sjá allt ferðina. Já. Og svo getur þú tekið ákvörðun eftir það. Já. Við ætlum að setja í athugasemda eftir útsendingu, þá setjum við hérna athugasemd fyrir neðan, setjum við hlekk skráningablað fyrir fundin. Þannig að þá getur þú skráð þig og fengið aðeins meir upplýsingar og fengið svo áminningu þegar að það er rétt áður en fundurinn byrjar. Þannig að þú hafði tíma til að hoppa inn. Já. En við ætlum að tala englaríki. Já, við höfum eftir að þurfa að tala það oft. á leiðinni held ég. Já. En englaríki námskeið verður aðra helgina í október, 11. til 13. hér á höfuðborgarsvæðinu. Englaríki 1 og 2 fyrir byrjendurnar, eða þau sem vilja prófa englaríki. Já, og það hafa komið margir meðferðaraðilar, það hafa líka komið byrjendur og allir virkilega notið þess að fara á þetta námskeið. Já, þú sé ekki alltaf auðvelt. Nei, þetta er vinna líka. Þetta er mikil sjálfsvinna, alveg algjörlega frábær sjálfsvinna. Þetta er námskeið sem að gefur okkur sjálfum alveg ofboðslega mikið. Ef við erum tilbúin að fara að vinna með okkur sjálf, að mæta á námskeiði, það er ofboðslega mikil heilun því við erum að gefa jafn mikið og við þykjum. Og svo náttúrulega bara allar hugleiðslurnar og allt þetta er mikil hreinsun og mikil heilun sem að felst í þessu námskeiði. Plús það náttúrulega að læra þessa dásamlegu heilunaraðferð. Já. En að viðfangsefnum kannski þessari dagsins. Hvað eigum við þegar við segjum að líkaminn geymi allt? Já. Kannski til að byrja með bara að vekja athygli á samnefndri bók sem var gefin út og er til á íslensku og heitir Líkaminn geymi allt. Sem er bara mjög áhugaverð lesning og hefur opnað augu ansi margra fyrir því að við erum sál og líkami og hugur og tilfinningar og þetta er allt í samkurli eða krulli og við getum ekki skilið eitt frá öðru eins og kannski nútíma læknisfræði vill svolítið gera. Já, sem betur fyrir eru nú margir farnir að horfa á þetta öðruvísi. Ég til dæmis talaði við konum daginn sem að sagði að geðlæknirinn hennar hefði bent á þessa bók. Já, af því að hún trúði nú ekki þegar hann sagði frá þessu. Sem mjög gleðilegt að heyra, sko. Já, frábært. En við náttúrulega sem heilarar meðferðaraðilar könnumst náttúrulega vel við það og við sjálfar bara hjá okkur hvernig það er að finna til hér eða að takast á við sömu þætti og kannski forfeður okkar hafa gert, okkar fjölskylda, það er ákveðin munstur í fjölskyldum varðandi verki og veikindi, það geta komið upp alls konar verkir og annað hjá okkur sem við kannski tengjum ekkert sérstaklega við atburði sem verða í okkar lífi. Nei. En það sem náttúrulega gerist er að við kannski verðum fyrir áfalli og svo kemur það fram einhvers staðar í líkamanum. Og við erum ekki bara að fara með þessa bók, heldur þessi hér. Já, þetta er biblían okkar. Heal Your Body. Já, eftir Louise Hay, sem að náttúrulega stúderaði þetta í lengri tíma að skoða hvar í líkamanum ákveðin áföll koma fram til þess að við getum akkurat losað þau. En hún hefur þá kenningu að
að ákveðnum verkjum og á ákveðnum stöðum í líkamanum, þeir komi fram út af einhverjum ákveðnum verkefnum með viðfangsefnum í okkar lífi. Já. Og það geta verið hegðunarmunstur, það geta verið hugsanavillur, það geta verið áföll, það geta verið bara allt sem tengist samskiptum, ýmislegt annað sem getur komið fram í líkamanum okkar. Tilfinningar eins og reiði og annað, og þá geymum við þetta á ákveðnum stöðum. Já. Og svo myndast náttúrulega þessi orka safnast síðan saman og situr eftir og við þurfum að vinna með hana. Það er ekki alltaf nóg bara að fara út og hreyfa sig nógu mikið eða fara út og hlaupa til þess að losa eins og margir vilja segja okkur eða taka bara pillu. Við þurfum að losa orkuna út til þess að geta liðið betur. Og við svona sem aðhyllumst þetta að það líkaminn geymi bæði áföllin okkar og líka jafnvel áföll forfeðranna vegna þess að það hefur verið sannað með rannsóknum eins og við talaðum hérna áður að áfall getur erfst í 7 kynslóðir áfram. Þannig að við erum kannski að glíma við ykkar í okkar líkama og í okkar tilfinningalífi sem að tengist áfalli sem að varð hjá forfeðra okkar fyrir 7 kynslóðum síðan. Og við kannski skiljum ekkert hvaðan þetta er að koma og það er ekki hægt að finna neina rót eða lausn í okkar eigin lífi. Og þess vegna verður heldur stundum í kerfinu við sem erum svona að glíma við þetta kannski bara útskrifið eða skrifið bara svona sem hálf móðursjúk. Það er vegna þess að ekki hægt að finna neina ástæðu að þá sé þetta, já, er þetta ekki valid, þú veist. Og sem er mjög áhugavert, sko. Ég á gott dæmi þetta. Já. Ég var bara 13 ára þegar ég var verulega, svona 12-13 ára, þá var ég verulega bakveik og ég var þá náttúrulega í 20 ár og 2007 þá enda ég inn á bráðamóttöku alveg frá af bakverkjum. Ég varla stóð undir mér og eiginlega eina sem ég gat gert var bara að liggja í rúminu. Það var ekkert líkamlegt að mér. Það fannst ekki neitt sem að gat skýrt þessa verki. Það var bara allt í lás. Og þarna var ég einhverja 2 mánuði og náttúrulega því fylgdu verkjalyf og annað sem samt virkuðu kannski ekki sérstaklega vel. Þangað til að mamma sendi mig í heilun. Og þar raunverulega byrjar mitt svona heilunarferðalag því það var það eina sem virkaði. Og eftir ég var búin að fara 2 vikur í heilun, 2 vikur í röð, þá byrjaði þetta aðeins að slakna og svo var ég vikulega einhver tíma. Þetta voru tilfinningar sem ég hafði geymt þarna frá því að ég var krakki. Og ég þurfti að vinna í gegnum þessar tilfinningar til þess að verða betri og síðan hef ég verið nokkuð góð. Jú, ég hef fengið áföll og fengið útbunganir af brjósklos eða annað en það er eitthvað sem ég er mjög fljót að vinna með alveg í dag og langt síðan það gerði síðast. Af því þetta er ákveðið heilunarferli sem þarf að fara í gang. Og þetta var algjörlega magnað fyrir manneskju að vera búin að 20 ár og þú kannast nú við þetta, við erum búin að þekkjast í nógu lengi til þess að hversu miklu þetta getur breytt, bara að vinna í gegnum þessa hluti. Og ég held að sko líkaminn geymir líka tilfinningar, hann geymir kvíða, hann geymir svona, já, óútskýrðar tilfinningar og fyrir ég á rosalega erfitt með að skilja á milli til dæmis tilfinningarinnar kvíða og líkamanns vegna þess að ég upplifi alltaf kvíða í líkamann og þess vegna er ekki hægt að skilja þar á milli og ef maður upplifir tilfinningu í líkamannum þá að sjálfsögðu tilfinningin hafa áhrif á líka starfseminum hans. Eins og kvíði, hann keyrir upp allt kerfi þannig að þú ert alltaf í svona fight mode, þú ert alltaf tilbúin að berjast sko, ef eitthvað skyldi koma upp á og þar að leiðandi keyrir upp púlsinn, þú veist, blóðþrýstingur rýkur upp frá öllu og álagið á líkamann verður gífurlega mikið og hormónakerfi brenglast og alls konar svoleiðis og það er alveg magna hvað er hægt að breyta líðan líkamanns með því einmitt að vinna í svona orkuvinn og vinna sig í gegnum þessa hluti. Og svo svona eftir að ég fór að spá mikið í þetta sem nú alveg fyrir svona kannski 10-15 árum sem að ég fór virkilega að veita þessu athygli að skoða til dæmis að fólk var að veikjast í kringum mig
að skoða bara svona það sem ég vissi það, þú veist, hvernig lífshlaup þeirra hefur verið, hvað áföll þarna að baki og yfirleitt alltaf var það mjög rökrétt að þessi manneskja hefði veikst á þennan hátt miðað við það sem á undan hefði gengið. Til dæmis eins og að, og nú ég ekki alhæfa þannig að ég auðvitað liggja oft aðrar aðstæður að baki en bara það sem ég sá mikið var til dæmis eins og munstur milli þess að fá til dæmis einhverja erfiðleiki í brjóstkassa eins og í kringu hjarta eins og brjóstakrabbamein eða eitthvað svoleiðis, það tengdi oft hjartasárum sem ekki hefði verið unnið úr, sorg og hjartasárum. Ég sá mann sem fékk krabbamein á raddböndi hér yfir hálsstöðina sína. Hann laug alveg svakalega og það kom varla heiðarlegt orð út úr honum og þannig að það var áhugavert að krabbamein skuli hafa komið akkurat hér. Svo alls konar svona stoðkerfisverki, sjálfsofnæmi, oft sem að sjálfsofnæmi hjá fólki sem að elskar sjálft sig bara alls ekki og jafnvel skammar sín fyrir hvernig það og hefur eitt alveg gífurlega miklum tíma að tala sig niður. Þangað til að líkaminn bara farin að ráðast á sig vegna þess að við erum alltaf að segja honum hvað við erum ömurleg. Og ég bara ein af þeim sem hefur lent í því að fá svoleiðis sjálfsofnæmissjúkdóm bara því ég var krakki. Og ég hef enga forsendu fyrir því að hafa sem bara lítil stelpa verið að hafa þessar hugsanir og ég hafði þær ekki. Þannig að ég get ekki rakið minn sjálfsofnæmissjúkdóm til neins sem að gerðist þegar ég var krakki. Þannig að þar að leiðandi hef ég dregið þá ályktun, ég hlýt af að tekið hann með mér. Ég hef tekið þetta sjálfshatur með mér og eftir að ég fer að skoða ættalínurnar mínar, þú skil ég fullkomlega hvaðan þetta kemur. Nú ég á fullu að reyna að heila og gera og græja, ég glími ennþá við hann, en ég búin að öðlast skilningin á því hvað þetta og leið og það komið, þá líka komið tækin og tólin til að geta unnið í hann. Og þetta getur nefnilega komið frá svo mörgum stöðum í lífinu. Þetta bæði getur komið úr þessu lífi, þetta getur komið frá forfeðrum okkar eða úr ættalínunni. Svo getum við tekið þetta með okkur fyrir lífum líka. Já, virkilega. Og það svo náttúrulega ekkert óeðlilegt að við séum að takast á við jafnvel tilfinningar og annað gagnvart sömu sálunum aftur og aftur og aftur. Þannig að við þurfum að vinna það aftur á bak í tíma og rúmi. Aftur á bak bara í tíma og rúmi. Já, ég á dæmi svona fyrirlífs. Það sem ég tók með mér úr fyrirlífi. Allt í einu, bara á ákveðnu tímaskeiði í lífinu fyrir svona 15 árum eða eitthvað svoleiðis, þegar bara hætti ég að geta borðað hveiti. Ég bara gat ekki verið nálægt hveiti og ég gat ekki hugsað mér að borða hveiti. Og ekki það að hveiti var eitthvað lífsnauðsynlegt fyrir afkomum mína í lífinu, en mér fannst þetta forvitanlegt. Þannig að ég fór í fyrirlífadálaslu og þar fór ég inn í líf þar sem ég hef verið þræll á Akri, þar sem var verið að rækta hveiti og ég hef verið barinn og drepinn inn á hveitiakri, þannig að síðasta sem ég gerði því ég dreg síðasta anda minn að anda að mér hveiti. Og það satt svona rosalega í mér og eftir að ég var búin að losa það, ég fekk oft útbrot og svona því ég borðaði hveiti. En svo eftir ég var búin að losa það þá lagaðist þetta. Ég vel kannski ekki endilega borða svo mikið hveiti bara út af og passa hvernig hveiti ég borða núna, en samt sem áður ég finn ekki fyrir þessu lengur. En þetta Emma mín. Það einhver skemmtileg nágrannar hérna. En það sem að líka bara við viljum tala um að það eru rannsóknir sem sýna alls konar áhrif á líkamann. Alveg eins og það verið að gera rannsóknir á ADHD í börnum sem að hafa alist upp erfiðar aðstæður. Það miklu hærra hlutfall sýnt í ákveðnum rannsóknum, bandarískum rannsóknum af börnum sem að búa við erfiðar félagslegar aðstæður. Miklu hærra hlutfall ADHD heldur hjá öðrum hóp. Sem að segir okkur að ADHD ekki endilega meðfætt. Nei, þetta eru ákveðnar breytingar sem verða og það sama, þessi áföll í æsku. Yfirkeyrsla á taugakerfinu. Já, það getur haft þessi áhrif á líkamann. Og það alltaf verið að rannsaka fleira og fleira varðandi þetta og náttúrulega eins og varst að segja með kynslóðirnar 7 sem kallast epigenetics á ensku.
það mjög áhugavert að bara skoða rannsóknir þetta og alltaf sífellt fleira og fleira sem hægt að sanna með syndum. Við náttúrulega þekkjum þetta bara af eigin reynslu, áhrifin af áföllunum og því. Já, og líka bara vegna þess að við búum við þannig þau forréttindi fá að fylgja fólki eftir á námskeiðunum okkar sem að vinna akkurat þessa vinnu, að vinna sig í gegnum áföll og erfiðleika og erfiðleika frá fyrir lífum eða ættarlínunum sínum og að koma auga á sem munstur og vinna þau og heila í burtu. Þannig að þau hafa ekki áhrif lengur. Og það bara algjörlega magnað að sjá til dæmis manneskju sem glímdi vefjagigt og lamandi vefjagigt og vefjagigt að verki áratugum saman við enda námskeiðs vera nánast verkjalaus. Það bara, og þetta engin lygi, sko. Þannig að, og auðvitað getur svo alltaf eitthvað komið upp á sem verður til þess að maður tryggir að verkjakast aftur, maður ekki algjörlega laus við það. Það sýnir bara hversu óbúslega miklum árangri við getum náð þegar við tökum ábyrgð á okkur sjálfum og vinnum þessa vinnu. Þetta getur tekið tíma. Já. Og getur tekið okkur, en það algjörlega magnað eins og segir hver árangurinn og hversu mikið betur okkur getur liðið, bæði náttúrulega andlega og líkamlega, því allt tengist þetta, okkur líður ekkert sérstaklega vel ef við erum undirlögð af verkjum. Og það áhugavert að skoða og bara sjá hvernig munstrin okkar liggja og líka bara hvernig það ekkert alltaf sem við tengjum strax þegar við finnum eitthvað, þegar eitthvað að gerast í líkamanum, að við tengjum hvaðan það kemur. En þess vegna svo gott að nota þessi tæki og tól sem við höfum eins og hugleiðslur, eins og heilun, dáleiðslu og fleira. Og bara til að skoða. Svo líka hversu oft heyrum við ekki okkur sjálf eða annað fólk segja þegar við erum að tala eitthvað sem við erum að glíma við, aðrir að glíma við. Þetta nefnilega í ættinni, pappans var svona líka og aðeins var svona líka og þá vegna þess að þetta í ættinni að þá einhvern veginn maður búin að firra sig að þurfa að grafa upp ástæðuna af hverju þetta þarna. En einhvers staðar var þetta til. Og með því að grafa eftir ættarlínunum okkar og fara í þá vinnu að skilja hvar byrjaði þetta, hvað áfall var til þess að þetta fór af stað. Þá getum við heilað alveg til dagsins í dag. Því það ekkert lögmál að við þurfum að halda áfram að upplifa þetta sem að kemur frá forfeðrum okkar og líka það sem við heilum að við skilum því áfram til næstu kynslóðar sem á eftir okkur koma. Og það svo gott að hafa það í huga. Já, börnin okkar, við ætlum ekki að senda börnin okkar áfram með þetta. Nei. Við ætlum að stoppa þetta hjá okkur. Það alveg sama hvað aldrei við erum. Við getum tekið ábyrgðina á því og ábyrgðina það þó við höfum komið með þetta inn í þetta líf, alveg sama hversu gömul við erum orðin, við getum stoppað það núna. Og mér finnst áhugavert að sem betur fyrir nú sumir farnir að spá í þessu eins og innan heilbrigðiskerfisins og annað. Eins og þegar ég fer fyrst og hitti minn heimilislækni sem í dag, svo sem í dag minn heimilislækni, þá spyr hann mig minn bakgrunn. Og ég segi honum frá því og hún bara, ok, það bara gott fyrir mig að vita, af því ég veit að þá eru ákveðin einkenni og annað sem geta komið út frá því. En það ásamt ekkert að þurfa að vera eitthvað lögmál að það sé það sem eftir minnarævi heldur skilar öll þessi vinna sér í því að líðanin verður betri. Algjörlega. Og bara með því að við hlustum á líkamann okkar og að við förum að veita því athygli hvað að gerast í líkamann og við förum að taka líka ábyrgð á því að ekki að einhver aðrir segja okkur alltaf hvað í gangi eins og læknar eða meðferðaraðilar eða eitthvað annað heldur. Við þurfum líka að taka ábyrgðina á því að reyna að finna út hvað í gangi. Þar með ekki segja að læknar get ekki hjálpa til við það, alls ekki. En ef við leggjum öll saman þá miklu líklegra að við náum árangri. Og ef við hættum að hugsa okkur sem part og bara þetta líf, við erum svo margt annað. Við erum svo ótrúlega margir partar og við erum svo mörg líf og við eigum svo langa ættarsögu að allt kemur þetta saman í manneskjunni sem við erum og fer svo áfram í börnin okkur. Og við megum ekki gleyma því að það sem
áfall fyrir mér en kannski ekki áfall fyrir þér. Nei. Af því við höfum svo ofboðslega ólíkan bakgrunn og við tökum einmitt svo ofboðslega ólíka hluti með okkur, bæði í gegnum ættina úr fyrir lífum og annað, að við getum smá atvik getur triggerað eitthvað gamalt tróma sem að brýst síðan út í líkamann. Þannig að við megum ekki gleyma því að við erum öll ofboðslega ólík með svo ólíkan bakgrunn að við þurfum, það er svo gott að sýna skilning og að leyfa okkur að upplifa það sem við erum að upplifa. Eins og segir, staldra við og skoða af hverju og hvaðan og er þetta að koma og hvað get ég sem gert í því. Mikilvæg. Ég til dæmis með svona vefjagiktar sögu bara við frá ég var krakki og hann greind mjög seint með hana, ekki mörg ár síðan ég var greind þannig ég segi alltaf já, hann er upp á hillu, ég er ekki með hana og þegar ég ger á mikið blettur á námi en ég er búin að fara í rannsókninu sem fylgir því að reyna að koma staði hvaðan kemur hún og af hverju er hún þarna. Og vegna þess að ég veit að hverjum er það og ég er búin að gera mitt allar besta til að heila og hreinsa það, þá veit ég líka hvað ég þarf að gera þegar að ég nálgast svona, ég finn þá hún er að fara að detta á mig, en þá get ég stoppað. Það náttúrulega er eins og með okkur báðar komandi úr fjölskyldum sem að það sem að vinna er deild og áraður og allt það, þá tekur bara tíma að aflæra þetta að það þurfi að hlaupa alltaf hraðar og gera meira og meira. Það er eitthvað sem að við höfum báðar þurft að taka verulegra sinna á okkur með. Það er alveg hægt og svo verðum við meðvitari einmitt merkin það að við séum að fara að gangi við strikið gagnvart okkur sjálfum. Af því það er ekki, við erum oft verið rætt sko bara bæta þrautseigju og annað. Já, álagsþol, það er orð sem ég bara skil, álagsþol, ef við bara þjálfum okkur upp, við getum alltaf tekið meira og meira á okkur. Já. Það finnst mér mjög skrítið. Já, það er akkurat stundum nefnilega göngum við alltaf langt í því að það var mikið álagsþol. Já, og líka þegar við erum fann að þjálfa okkur þegar að sko batteri sem eru yfirlýst endurhæfingabatteri fyrir fólk sem er að koma upp úr til það með skulun og einhver svoleiðis, eru fann að auglýsa námskeið sem að bæta álagsþol, þá veit ég ekki alveg hver við erum stödd sem samfélagið sko. Ég var bara ekki. Við þurfum að læra að þekkja okkar mörg og auðvitað er gott að hafa þrautseigju og allt það, en stundum höfum við bara aðeins of mikið af þrautseigjunni. Það þýðir að við göngum of langt á okkar líka. Og við bara berjast fyrir röngum hlutum. Já, akkurat. En allavega, þetta var okkar pæling þetta viðfangsefni og endilega ef að þið hafið reynslu af svona pælingum líka og það hvað líkaminn geymir og hvernig þið hafið unnið með það eða hafið ykkur spurningar, þá endilega hendið inn undir innböndin. Við munum þegar að við erum búið að setja allt inn að þá setjum við tengil á skráningablað á fundin fyrir kynningafund fyrir Hjarta Skotlands og líka fyrir Englaríkinn. Akkurat. Og við erum einmitt í Skotlandi unnið í gegnum ansi mikið af lífum sem að skýra margt í lífinu í dag. Við höfum báðar átt okkur svo ofboðslega mörg líf þar. Þannig að það hefur verið afskaplega heilandi fyrir okkur að fara á okkar gömlu heimaslóðir. Já. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta.